Kæru bæjarfulltrúar og gestir, býð ykkur velkomin til fundar og segi 90. fund bæjarstjórnar settan. Mættir eru Einar Jón Pálsson, Jón Ragnar Ástúrsson sem mætir sem varamaður fyrir Jónínu Magnúsdóttur, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristín Guðmundsson, Laufey Erlingsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Önundur Björnsson, Úrsula María Guðjónsdóttir og Magnús Stefánsson bæjarstjóri. Fundargerð ritaður Árni Gísli Árnason. Nú okkur ekkert af vandbúnaði og við göngum til dagskrá, en fyrsta mál á dagskrá fundars ársreikningu Suðurnesjabæjar 2025 fyrir umræða og ég gef bæjarstjóra orðið. Bæjarstjóri, góðir bæjarfulltrúar, fyrir ekki forseti. Veistu eitthvað meiri? Það getur orðið fótóskortur á tungunni, sko. Herðu, en hérna, já, það liggur hér til fyrir umræðu drög ásetningi sem hafa verið uppfærið eftir drög sem voru lögð fram í bæjarráði og helsta breytingin var felst í uppgjöri á sameiginlega reknum verkefnum með öðrum sveitarfélögum. Ég ætla aðeins að hlaupa yfir bara nokkrar tölur en við munum fara nánar í þetta í kannski meiri smáatriðum við síðar umræðu. En við byrjum bara á rekstrarafkomu A-hluta sem var jákvæð på 259 milljónir króna. En í áætlinu var gert ráð fyrir þetta væri 230 milljónir og rekstrarafkoma á B-hluta jákvæð på 401 milljón en í áætlinu var gert ráð fyrir 243 miljónir í afgang. Nú heildartekjur í A-hluta voru alls tæplega 7,5 milljarður sem eru rúmlega 200 milljónum hærri en áætlað var og þar af eru útsvarstekjurnar 3,2 milljarðar og fasteignaskattar 1,2 eða 1,3 tæpir. Nú við fengum framlög jöfnunarsjóð upp á 1400 milljónir sem örlítið hærra en við gert var ráð fyrir. Aðra tekjur voru 1500 milljónir, rúmlega 150 milljónum hærri en áætlað var og þar vegur þungt afkoma þessara sameiginlega reknu verkefna sem meðal annars Brunavarnir, SSS og HES sem var skiluð jákvæðri afkomu og einnig var 30 milljónir hærri endurgreiðsla frá ríkinu en áætlað var vegna barna með fjölþættavanda. Nú ef við horfum á gjaldahluta í A-hluta þá voru heildargjöldin 6,7 milljarðar rúmir sem eru rúmlega 200 milljónum hærri en áætlað var. Þar hafa verið laun og launandi gjöld rétt tæpi 4 milljarðar og breytingar á lífeyrisskuldbindingum 154 milljónir. Örlítið hærri en gert var ráð fyrir í áætlun. Nú annar ekstrakostnaður í A-hluta var upp á 107 milljónum hærri en gert var ráð fyrir sem og síðan afskriftirnar voru örlítið hærri en áætlað var en fjármagnsliðirnir nettó voru lægri upp á tæpa 40 milljónir heldur en áætlun gerir ráð fyrir. Nú ef við lítum síðan á B-hluta samstæðuna þá voru heildartekjur þar tæpir 8 milljarðar sem var 400 milljónum hærri en áætlað var. Þar eru aðra tekjur upp á 2 milljarða og það er sömuleiðis vegur þar þungt frá fyrri drögum áætlun afkoma Korku sem var jákvæð og skila okkur 50 milljónum. Tekjur Hafnarsjóðs voru 40 milljónum, ég vildi að það veri 400, það voru 40 milljónum hærri en gert var ráð fyrir í áætlun. Gjaldahluti á B-hluta, þar voru heildargjöldin rétt tæpi 7 milljarðar sem rúmlega 200 milljónum hærri en áætlað var og launalögundin gjöld rúmi 4 milljarðar. En breytingar á lífeyrisskuldbindingum voru 93 milljónir sem 46 milljónir lægra heldur en áætlun gerir ráð fyrir og þar kemur fyrst og fremst til uppgjör við ríkið vegna lífeyrisskuldbindinga vegna botndýrarannsóknastöðvar sem var gengið frá síðasta ári sem hefur áhrif til lækkunar. Nú annar ekstrakostnaður á B-hluta var rúmlega 200 milljónir hærri en áætlað var og þar ýmis viðhaldsverkefni sem kom upp og fjármagnsliðirnir eru tæplega 50 milljónir lægri en áætlun gerir ráð fyrir. Nú ef við tökum nokkra kennitölur út úr reikningnum þá rekstrarafkoma fyrir afskriftir á fjármagnsliði, það er að segja framleiði A-hluta 701 milljón sem 9,4%.
Rekstrarafkoma framleiðin hjá A og B hlut eru 988 milljónir sem 12,4%, en markmið við fjárhagsáætlunargerðina fyrir 2025 var þetta væri ekki undir 11%, þannig að þetta heldur hærra. Veltufé frá rekstri í A-hluta voru 815 milljónir á móti áætlun sem hljóðaði upp á 734, og veltufé frá rekstri í A og B-hluta var 958 milljónir en áætlun hafi gert ráð fyrir 868 og markmiðið í fjárhagsáætlun síðast árs voru 600 milljónir. Og veltufjár hlutfall í A-hlut er 1,8 og í A og B-hlut 1,3. Skuldað hlutfall samkvæmt reglum um fjárhagsleg viðmið fyrir A og B-hlut eru 52,28, fyrir A-hluta 36,28 og þetta má eins og við vitum ekki vera meir en 150%. Og skuldað hlutfall A og B-hluta er 78,8% en A-hlutanum 69,38%. Þetta er svona helstu kennitölur og mér skilst á endurskoðandanum að það er einhver smá lagfæringar eftir sem felast fyrst og fremst í upplýsingum um fasteignamat og vátryggingamat eigna, og það mun koma inn í reikningin fyrir síðar umræðu, og við gerum ráð fyrir eins og fyrir ára endurskoðandi komi og fari yfir endanlega útgáfa ársreikningi fyrir fund bæjarstjórnar við síðar umræðu. Þannig að þá er hægt að fara dýpra ofan í allt sem að lítur að ársreikningum. En ég held ég fari ekki dýpra í þetta í bili, en legg til við bæjarstjórn að ársreikningi verið vísað til síðar umræðu. Takk fyrir Magnús fyrir þessa yfirferð. Það er bara ánægilegt að sjá að niðurstöðu ársins og greinilegt að sveitarfélagið er vel í stakk búið til að takast á við framtíðina. Og aðeins ítreka það sem að bæjarstjóri sagði áðan með fund með endurskoðanda fyrir næsta fund bæjarstjórnar. Við gerum ráð fyrir að við fundum hérna með honum klukkutíma fyrir næsta bæjarstjórnarfund. Kannski bið bara reyndar að senda út fundabóð fyrir það, svona til áminninga fyrir bæjarfulltrúa. Þannig að, og einnig ef það vakna spurningar núna á milli umræðana, að endilega senda það á bæjarstjóra þannig að það sé hægt að afla svara fyrir fund okkar með endurskoðanda. En orðið er laust. Enginn kveðsur ljós og þá bið þá sem samþykkja að vísa ársreikningi til síðar umræðu bæjarstjórn að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú annar mál á dagskrá fundarins er göngu- og hjólreiðastígar í Suðurnesjabæ. En á fundi bæjarráðs 25.3. var minnisblaði um göngu- og hjólreiðastíga annars vegar frá Garði að Golfskáli Leiru og hins vegar frá Sandgerðastíg í Reykjanesbæ og Flugstöð. Lagði fram tillaga þar sem að í raun féll á jöfnu og því er þetta tekið aftur inn á fund. Nú leggja fram bókun frá meirihluta D- og S-lista og kannski rétt að dreifa því til fundarmanna. Svo þið hafið það. Nú mun ég lesa hana upp. Í fjárfestingaráætlun Suðurnesjabæjar fyrir árið 2026 er gert ráð fyrir fjárheimildum til framkvæmda við göngu- og hjólreiðastíga að fjárhæð 160 milljónir króna. Hönnun göngu- og hjólreiðastíga annars vegar frá Sandgerði að stíg milli Reykjanesbæjar og Flugstöðar við Rósaselstorg og hins vegar frá Garði að Golfskála Leiru liggur fyrir og hefur hönnunargögnum verið skilað til Vegagerðar til rýni út frá umferðaröryggi og hönnunastöðlum. Einnig liggja fyrir kostnaðaráætlanir hönnuða sem hefur verið skilað til Vegagerðarinnar. Gert er ráð fyrir að Vegagerðin fjármagnist 50% kostnaðar vegna framkvæmda og Suðurnesjabæjar 50%. Gengið verður frá samningi milli Vegagerðar og Suðurnesjabæjar framkvæmdina og fjármögnun hennar og verður það gert þegar framkvæmdir hafa verið boðnar út og tilboð liggur fyrir í verkefnið.
Þá mun liggi fyrir hver framkvæmdakostnaður muni verða og samningu við Vegagerðina mun byggjast á þeim forsendum. Það rétt að geta þess að eins og ég held að hafa komið fram á fundi bæjarráðs og hefur verið samtal í gangi við Vegagerðina og það var samtal í gangi eftir fund bæjarráðs og Vegagerðin meðvituð fyrir málsins hér og sér ekki þessu til fyrirstöðu að gera þetta þennan hátt. Þetta gert á sama hátt og gert var þegar við gerðum samningu við Vegagerðina stíg á milli Garðs og Sandgerðis. Það var sami ferill málsins hafður á. En ég gef orðið laust undir þessum lið. Enginn kveðsur. Magnús, gjörðu svo vel. Magnús Sigfús. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það með hjólastígana. Þetta náttúrulega þörf og djörf framkvæmd að fara í þetta með þessu móti. En við höfum lagt fram áður spurningar það hvernig á fjármagna verkefnum. Og hér liggur fyrir áætlun upp á 160 milljónir á sveitarfélaginu. En það liggur ekkert fyrir frá Vegagerðinni. Það eru loforð það að eins og kemur fram hérna í bókuninni samtal. Og þá spyr maður að því hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta að við þurfum að lána fjármagni lengi? Við þurfum að leggja út fjármagni, það liggur alveg fyrir. Og það var gert lítið úr því síðast þegar ég talaði að það vantaði að lágmarki 160 milljónir í framkvæmdar fyrir þessu. Og þá var gert lítið úr því í umræðunni, en meðan við þau gögn sem liggja hérna fyrir þá það bara smáræði sem þar að ræða. Og manni finnst svolítið óeðlilegt að vera ekki búnir að áætla fjármagn í þessa framkvæmdir sem maður ætlar að fara í upp á fleiri 100 milljónir. Þetta ekki eins og við séum að fara í einhverja framkvæmdir upp á einhverja 10 milljónir. Þetta eru fleiri 100 milljónir sem verður að fara í framkvæmdir þegar og fjármögnunin liggur ekki fyrir. Og vera að koma með svona hluti á næst síðasta fundi bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili, það alveg með ólíkindum að leggja þetta á borð. Og allavega þeir sem að taka við, þeir mega ábyggilega taka á sínu stóra sínum til að geta tekið á þeim málum. Við bentum á þessa hluti á síðasta fundi hvað það væri og þá vorum við með upplýsingar það að fjármagni frá Vegagerðinni væri ekki nema einhvers staðar 5 milljónir á þessu ári. Og 30 milljónir á ári næstu 3 árin. Þannig að þetta verður svona kringum 90 milljónir. En það verður gaman að vita hvort það hefur orðið einhver breyting á því. Og með samtali við eins og forseti kom inn á áðan, að þá einhver breyting á þessum þáttum það. En svo langar mig líka að koma inn á hlutina. Það er verið að gera eitthvað voðalega mikið úr því að þetta hafi fallið á jöfnu í bæjarráði. Ég bara velta fyrir mér hvað í gangi þar? Það engin skýring gefin á því að bæjarráð sé ekki full mannað. Það stóð ekki á þessu meirihluta að hleypa mönnum ekki í áheyrn með áheyrn í bæjarráði.
En svo geta þið varla manna bæjarráði sjálfir, þetta er alveg með ólíkindum. Anton er beðinn orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er sérkennileg staða sem blasir við að vera að leggja fram tillögu að fara í framkvæmdir upp á mörg 100 milljónir króna ófjármagnaðar á næst síðasta fundi bæjarstjórnar á kjörtímabilinu. Það er ekki bragur af þessu vinnubröðum, ég get bara sagt það. Það er ekki bragur af því að vera að fara í svona kostnaðarmiklar framkvæmdir og það hefur ekki verið lagt fram neitt einasta gagn, hvorki í bæjarráði eða í bæjarstjórn, hvernig skuli fjármagna þessar framkvæmdir. Og það kemur skýrt fram að það er áætlað að Vegagerðin taki 50% af þessum kostnaði, en við erum ekki með neitt í höndunum allan, ekki hefur verið það lagt fram í fundagáttinni að það sé einhver undirritaði samningar það eða viljayfirlýsingar eða neitt annað. Þannig að, og svo er það sem við erum að áætla í þetta, sveitarfélagið, að það er aðeins brotabrota af þeim kostnaði sem að duga skal upp í þessar framkvæmdir. Og eins og ég kom inn á síðasta fundi bæjarstjórnar, þá óskaði ég sjálfur eftir gögnum frá Vegagerðinni og ég las þær tölur upp síðast. Og ég ætla að fá að lesa þetta upp með leyfi forseta. Bara vitnað í Valtýr Þórisson, forstöðumann áætlana og landsupplýsinga hjá Vegagerðinni. Sæll Anton, við setjum 5 milljónir króna í áætlun ársins til þess að greiða 50% hönnunarkostnaði fyrir hjólastígana og tökum frá 30 milljónir króna á árunum 2027 til 2030. Sem við vitum að duga skammt í þessa miklu hjólastígaframkvæmdir. Reiknaði með að Vegagerðin greiði 50% af þessum hjólastígaframkvæmdum en framkvæmdin er að sjálfsögða ábyrgð sveitarfélagsins. Og þá er þetta spurningin, erum við að fara að lána ríkinu þessa peninga, vaxtalaust? Það liggur ekkert fyrir neitt fjármagn frá ríkinu í þessa framkvæmdir. Og ég er búinn að spurja, ekki á einum fundi og ekki tveimur, ég er búinn að koma tvisvar inn á þetta á bæjarstjórnarfundi, núna í annað skiptið, svo er ég búinn að tala þetta efnislega inn í bæjarráði og síðan spurði ég formann bæjarráðs, oddvita Samfylkingarinnar, hvernig það skyldi greiða þessar framkvæmdir og hann gat ekki svara því og ég hef ekki fengið svar við því. Og þá langar mér að beina spurningunni til forseta bæjarstjórnar og formann framkvæmdaskipulagsráðs hvernig hann hyggist fjármagna þessar framkvæmdir. Og mér finnst þetta mjög óábyrgt að vera að fara í svona framkvæmdir án þess að liggi fyrir fjármögnunaráætlun. Þetta er ekkit öðruvísi heldur en heimilisbókhaldið. Við förum ekki í framkvæmdir heima hjá okkur upp á 20 milljóna án þess að vita hvernig við ætlum að fjármagna þær. Þetta er bara stærri tölur, við erum bara að reka sveitafélag. Þannig ég krefst þess að fá skýr svör hvernig á að fjármagna þetta verkefni. Takk Anton. Og fyrst vil ég nú segja að ef fleiri sem biðja orðið strax, ekki þá ætlum ég að svara allavega aðeins þegar sem óskað er eftir hér. Og vísa bara í gögn sem að lögð hafa verið fram í bæjarráði. Það er náttúrulega alrangt að halda því fram hér í pontu að 160 milljónir sem er á áætlun sé brot af kostnaðinum. Það er bara alrangt. En það er ekki nema hluti af kostnaðinum. Það er alveg rétt. Við skulum samt ekki fara með tölurnar þannig að það sé brot. Alls ekki. En það kemur fram í gögnum á bæjarráðinu að það sé 160 milljónir frá Vegagerðinni á árunum 2027 til 2030. Það kemur fram í gögnum sem var lögur fram í bæjarráðinu síðast. Við erum með 160 milljónir á áætlun okkar á þessu ári, eins og fram hefur komið í gögnum. Og það ekki kom mönnum óvart að til stæði að fara í þessar framkvæmdir vegna þess að þær voru að fjárhagsáætlun ársins. Ég sagði hér áðan að við værum búin að vera í sambandi við Vegagerðina að ganga frá samkomulagi við þá þátttöku þeirra í kostnaði. Og þessar tölur sem hér eru sagðar að 160 milljónir eru það sem að þeir geta tryggt strax en mögulega meira hraðar. Þá eftir að ganga frá því við Vegagerðina hvert formið á því verður. Hvort að við lánum þeim fyrir því eða hvort að önnur leið verður farin. En þetta er þarft verkefni fyrir alla íbúa.
En að koma hér fram og halda þessa ræðu það að þetta sé eitthvað stórhættuleg aðgerð, verandi nýbúin að skoða fyrri umræðu ársreikning síðasta árs og sjá stöðu sveitarfélagsins, að það finnst mér bara að vera lykt af pólitík. Ég vorkenni ekki þeim sem taka við eftir kosningar til að fjármagna þetta verkefni, vegna þess að það langt komið eins og hér sagt. En að halda þið fram að hér sé eitthvað hættuspil í gangi fyrir þá sem hér koma svo að, jafn góðu búið að ég farið yfir. Ég held að menn ætti nú að vera eina frekar að vera jákvæðir og vera með rétta tölu þegar ræða hér á pontu. Orðið laust. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Það var mikið að maður gat hreyft aðeins við forsetana. Það lifnaði aðeins við. Og það er hérna svolítið sérstakt að ef við megum ræða tölurnar, þá er ég alveg tilbúin í það, en það stendur að það er trúnaður. Yfir kostnaðaráætlun. Þannig að það er voðalega erfitt að ræða mál sem eru sett í trúnaður. Og hvernig getur þú þá staðfest það í umræðunni að þetta sé ekki brotabrot, eða hvað er þetta stór hluti? Þú hlýtur að vita eitthvað meiri við. En allavega liggur það alveg fyrir að það er ekkert samkomulag komið við ekki. Ekkert. Þannig að þið hafi gert áður samkomulag við ríkið. Ég ætla að rifja upp bara börn með fjölþættan vanda. Það tók nú svolítinn tíma að fá þá peninga og þeir voru lánaðir í þónokkur tíma. En þeir komu á endanum, það er alveg rétt. Og ég ætla ekki að efa það að þessir hlutir að þeir komu einhvern tímann, en þeir tefja þá aðra framkvæmdir og meðan. Það liggur alveg fyrir. Það er ekki hægt að fara tvisvar í sömu framkvæmdina með sömu peningum. En það kom fram náttúrulega í máli forseta hérna rétt áðan að hann vorkennir ekki þeim sem taka við að borga bara reikningin. Hann bara sagði þetta hérna rétt áðan. Þannig að þá var hann búin að upplýsa okkur hvernig hann ætlar að fjármagna þetta. Hann ætlar að fjármagna þetta bara með að láta aðra borga. Það hann hefur ekki gert allavega grein fyrir því öðruvísi. Þannig að mér finnst þetta allavega ekki allavega mikil reisn yfir þessari tillögu og þessari framsetningu á þessu. En bókarinn er farin. Ég ætla að gera ósk eftir því að bókun B-lista á bæjaráði verði gerð að vinni bókun hérna í Bæjarstjórn. Hún lýsir pínlítið mótvæginu við þessum pappir sem hér var lagður frá. Takk fyrir Magnús. Og það kom fram í máli Magnúsar að það var erfitt að ræða tölur og það er rétt. En þessar tölur eru einfaldlega þær tölur sem var verið að vísa svolítið til, sem eru opinbera tölur frá Vegagerðinni. Þess vegna er trúnaður yfir sérstaklega gögnum sem hér liggja fyrir varðandi kostnaðinn, áætlaðan kostnað. Og rétt að geta þess og við fórum ekki inn á það. Og þegar bæjarfulltrúar og allir hafa aðgang að þeim tölum, þá sjá þeir að þetta er ekki brotabrot af kostnaði sem er svo hérna er lýst. Þannig að svo hef ég sagt hér í pontu að fyrir liggur nú þegar hvernig þetta verður fjármagnað að stærstum hluta. Sigursveinn, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum hérna með tillögu meirihlutinn í málinu. Við erum best að dreifa henni núna, forseti, þannig að hún liggi fyrir. Og ég ætla að lesa hana upp. Lagt er til að bæjarstjórn veiti heimild til þess að bjóða út framkvæmdir við báða stígana. Niðurstöður útboðs verði lagðar fram í bæjarráði til afgreiðslu þegar útboði verður lokið.
Jafnframt verði lögð fram tillaga endanlega fjármögnun framkvæmda þegar forsendur til þess liggja fyrir. Til fjármögnunar verði meðal annars gengið á handbært fé allt að 100 milljónir króna og Suðurnesjabær fjármagni framlag Vegagerðarinnar með skammtíma fjármögnun sem verði endurgreidd með greiðslum frá Vegagerðinni. Og lýkur þá lestri tillögunar. Og eins og forseti kom inn á hérna áðan að þá þessi tillaga í samræmi við og er enn sami háttur hafður á og þegar stígurinn milli byggðakjarnanna Garðs og Sandgerðis var lagður og framkvæmdur á sínum tíma. Og var þetta tölurnar 160 milljónir. Þetta er áætlun og eins og við þekkjum öll og kannski hvað best við þetta borð, áætlunir geta tekið breytingum. Tölur geta tekið breytingum frá áætlun til framkvæmdar. Við höfum dæmi eins og til dæmis leikskólan Grænuborg og framkvæmdi við Gerðarskóla og ýmislegt annað. Það er gert mikið úr því að það sé verið að slengja þessu fram hér í lok kjörtímabils, en ég minna það eins og forseti kom inn á að þetta er í fjárhagsáætlun ársins og í málefnasamningi meirihlutans. Og ég verð að segja það að ég er þakkláttur fyrir það að bæjarfulltrúar Magnús Sigfús og Anton Kristinn eru ekki meirihluta. Þá myndi ekki mikið gerast í þessu sveitarfélagi. Takk fyrir Sigursveig. Orðið er laust. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er sérkennilegur málflutningur sem er boðið upp á hérna í kvöld. Það er verið að tala um það að sveitarfélagið sé svo burðugt að það geti bara farið í þetta anytime, það sé bara ekkert mál að fara í þetta. Og menn er að slengja sér hér á brjóst út af góðri rekstrarniðurstöðu frá því í fyrra. En menn skulum líka hafa það hugfast að stærsta fjárfestingin á síðasta ári, Gerðugarðsvöllur, hann var sleginn út á Hafsauga. 300 milljónir króna. Og það munar nú minna. Þegar svona framkvæmt er tekið og slátra bara nú leitni. Það er verið að tala um að það er að taka þetta handbæru fé. Það var lagður fyrir hérna ársreikningur áðan frá fyrra ári. Þar eru tölur þó að rekstrarniðurstölurnar séu góðar. Út af því við erum að slá af stór verkefni, að þá er handbæra féð að fara úr 673 milljónum í 468 milljónir. Svo þykir mönnum bara allt í lagi að ganga áfram á handbæra féð bara og bara æða áfram. Þetta er svolítið svona hlutir sem við erum að tala um. Það er verið að slengja þessu fram á kolvitlausum tímapunkti. Akkur fóruð þið ekki í samtöl, víst að þið eru með þetta í áherslum ykkar. Akkur fóruð þið ekki í samtöl við Vegagerðina í haust. Akkur undirbjugguð ekki málið. Akkur unnið ekki heimavinnuna fyrst, áður en við fórum og settum þetta fram. Gerðu samninga. Náðum í fjármögnun. Akkur verið að slengja þessu fram ófjármögnuð. Það er það sem ræðir. Og ef svo bara þeir sem að taka við að sjá þetta. Mér finnst ekki vera bragur á svona vinnubrögðum. Ég verð bara að segja það. Það er ekki bragur á svona vinnubrögðum. Orðið er laust. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Já, en hér kemur nú loksins svar við því sem þú er að vera óska eftir í langan tíma. Hvernig ætlaði að borga þetta? Það hefur verið voðalega erfitt að fá þetta svar. En hér kemur þetta í tillögugerðinni frá Sigursveini. Ég get ekki annað að sagt að Sigursveinn verklaði. Það er alveg sérstakt að hann skuli
hæla sér hér fyrir hvað hann hefur verið verklaður á þessu tímabili. Þannig að ég held að menn ætti nú aðeins að róa sig í þeim efnum. Nei, mér finnst hérna í tillögunni er sett fram að eins og við vorum að tala áðan, hvort það ætti að lána Vegagerðinni. Og það kemur fram alveg beint að þá á að lána ríkinu peningana. Og þegar við erum að tala brot, við erum að tala 10 milljóna sem að kom fram hérna í ræðu áðan að var í brot af því sem að lagt fram í kostnaðaráætluninni. En kostnaðaráætlunin upp á 100 milljóna. Hún ekki 100 eða 200, hún 100 milljóna. Og þegar má ekki fletta upp hvaða tölur við að ræða, þá erum við að tala að lána ríkinu allavega það sem að þegar þetta brot, 160 milljónur sem áætlaðar eru, þá allavega hlutur ríkisins 160 milljónur á móti. Það liggur alveg fyrir. En ef við förum bara í minnisblaðið sem að þarna, sem að má ekki nefna tölur, þá bara mun hærri tölur þar í. Það sem ekki margfald að það með einhverju spuni. Ég ætla bara að segja að það mjög gott og skemmtilegt að taka ákvarðanir og láta aðra borga. Ég bara segi ekki annað það. Magnús og fleiri sem skal taka máls. Svo því sem haldið til haga þá þarna kemur fram þessar 160 milljónir frá Vegagerðinni það liggja fyrir og það stóð ekki á mönnum að auka í framkvæmdir þegar önnur verkefni voru áhugasöm. Ég minni á það þegar menn voru með 300 milljónir krónur áætlaðar í fótboltavöll þá stóð ekki á því að fara með þær upp í rúmlega 2-faldan stuðul. En þetta ábyrgt lagt fram. Þetta var gert ráð fyrir þessu áætlun síðustu ára. Ef ég man rétt þá þetta 3 ár sem þetta kom fyrst inn, þessar 90 og 70 milljónir. Og eins og Sigursveinn kom inn á þá þetta áætlun sem að sjálfsögðu breytist. Við vitum líka að áætlaður kostnaður breytist að öllum líkindum eins og ástandið Og svo hitt að það ekki hægt að fara í framkvæmdina fyrir að búa samþykkja þegar endanlega liggur fyrir fjármögnun og tilboð liggja fyrir. Þannig að ég held að menn ætti nú bara að vera svolítið bjartsýnir á framtíðina og sjá þetta verða veruleika fyrir íbúa sveitarfélagsins og fleiri til hagsbóta. Við biðjum þá sem að samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Einhver á móti. Hún samþykkt með 7 tillögum. Bæjarfulltrúi Anton, bæjarfulltrúi Magnús á móti. Sjö atkvæðum, hvað sagði ég? 7 atkvæðum. Takk fyrir áreitinguna. Rétt á meðan að ritari nær þessu. Þá komið þér í þeirri. Þá tökum við fyrir 3. mál á dagskrá fundarins sem svæðisskipulag Suðurnesja. En á 73. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs var fjallað bréf frá svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja. Það sem kemur fram að nefndin hafi samþykkt svæðisskipulag 2024-2040, svæðisskipulag Suðurnesja 2024-2040. Fyrir lágu skipulags greinargerð, umhverfismatsskýrsla og vatnsverndar uppdráttur. Nú framkvæmda- og skipulagsráð samþykkti svæðisskipulagið á fundi okkar og lagt til að bæjarstjórn staðfesti svæðisskipulag Suðurnesja 2024-2040 í samræmi við 1. málsgrein 25. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Ég ekki orðulaust.
Engin hversu ljós býð þá sem að samþykkja eða staðfesta svæðisskipulag að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 4. mál, íbúðarsvæði sunnan Sandgerðisvegar, Skerjahverfi til að breytingu á deiliskipulagi. Á 73. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs 18.3. síðastliðinn var samþykkt tillaga endurskoðun deiliskipulags Skerjahverfis og lagt til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa og kynna tillöguna samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Orðið laust tillöguna. Engin hversu ljós og býði þá sem að samþykja að auglýsa tillöguna að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 5. mál, húsnæðisáætlun Suðurnesjabæjar 2026. Drög að húsnæðisáætlun Suðurnesjabæjar 2026 liggja í fundagátt okkar. Ég er rétt að geta þess að hún merkt drög þar til að HMS staðfestir áætlunina eftir að bæjarstjórn hefur samþykkt hana. Það ferlið af þessu, vil ég árétta það. Það lagt til að húsnæðisáætlun Suðurnesjabæjar 2026 verið staðfest en ekki orðalaust. Engin hversu ljós og býði þá sem að staðfesta að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 7. mál, umferðaröryggisáætlun Suðurnesjabæjar 2026-2031. Á 71. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs var fjallað tillögu umferðaröryggisáætlun Suðurnesjabæjar. Ráðið þakkaði framlega áætlun og leggur til að hún verði lögð til staðfestingar í bæjarstjórn þar sem gerðar hafi verið lagfæringar í samræmi við ábendingar á fundinum. Ráðið leggur jafnframt til að umhverfisfulltrúa bæjarins verði farið að leggja fram forgangsröðun, framkvæmda og kostnaðarmat þeirra í samræmi við fjárhagsáætlun. Umferðaröryggisáætlun liggur fyrir eftir framangreindar lagfæringar. Ég vil geta þess við bæjarfulltrúa að það kom nýtt skjal inn í gáttin í dag eftir að kom í ljós að hafi dottið út lítil tabla sem skiptir máli og minnst rétt að geta þess því að það ekki víst að menn hafi tekið eftir því og sérstaklega kannski þeir eru búin að vera að lesa það áður en þetta snýr að í kafla 8.1.3 þar kemur inn lítil tabla með 3 ábendingum lagfæringar á þjóðvegum sem eru vegir í umsjón vegagerðarinnar. Þetta eru ábendingar sem komu fram og voru í gögnum í upphafi en hafði dottið út og komið í ljós og þess vegna var bætt inn í dag. Þetta eru hluti sem eru ábyrgð vegagerðarinnar og sveitarfélagsins og snýr að gatnamótum Sandgerðisvegar og Miðnesvegar og einnig á gatnamótum við Garðskagaveg að Golfvellinum og einnig á Garðskagavegi við þéttbýlismörk Garðs. Þetta eru 3 liðir. Þannig að tabla 8.1.4 er svo sem var áður 8.1.3. Ég vil vekja athygli á þessu bara til upplýsingar fyrir ykkur. Jafnframt er búið að breyta dagsetningu fremst hvenær þetta þykir fyrir bæjarstjórn. En ég gef orðulaust umferðaröryggisáætlun Suðurnesjabæjar. Engin kveðsu ljós og býði þá sem að samþykkja eða staðfesta umferðaröryggisáætlun að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum komin að fundargerðum til kynningar og við förum fyrst í mál 7 sem er fundargerð bæjarráðs frá 11. mars síðastliðinn. Gef ég orðulaust fundargerðina. Magnús Sigfús, gjörðu þú vel. Forseti, góðir fundarmenn. Ég vil fá að ræða 7.12 trúnaðarmál.
Ég vil ræða það. Má ég aðeins? Nú, ósk bæjarfulltrúa að ræða trúnaðarmál sem er ekki hægt að ræða og verði því að loka fundi, en með samþykki fundarins og óska eftir að það verði tekið fyrir í lok fundar ef að bæjarfulltrúi samþykki það. Þannig að við getum rætt það eftir að útsendingu er lokið. Magnús Sigfús fellst á það að við ræðum það þar á þenn tíma. Frekar en loka fundi núna. Þetta meina að gera dagskrárbreytingu og Bara taka það aftast á fundinu, já. Mál 12 verði tekið fyrir aftast á fundinum. lagið mjög. Takk fyrir. Nú, ef að biðjum leyfi fundarins til að taka mál 7.12 fyrir lok fundar. Þessi samningi það gefa merki. Það er samþykkt. Takk fyrir það. Nú en orðið er laust fundargerð Bæjarráðs að öðru leyti. Engin kveðsu hljós og er fundargerðin lögð fram án umræðu en að sjálfsögðu verður mál 7.12 tekið fyrir og eftir. Komið að 8. máli á dagskrá fundarins sem er fundargerð Bæjarráðs frá 25. mars síðastliðinn og gef ég orðið laust fundargerðina. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir 8.3, ráðhús, húsnæði. Þess að þetta var til umræðu í bæjarráði. Og þar var sem sagt lagt fram minnisblað frá bæjarstjóra tillögum að veita heimild til fullnaðar hönnunar á húsnæði ráðhús og undirbúa framkvæmdir við uppbyggingu á ókláruðu rými og annarri hæð á Sunnubraut 4, jafnframt að leita verði eftir samstarfi við eiganda húsnæðisins kostnaðarþátttöku og framkvæmda kostnað og leigu á rýminu. Þessu máli var frestað á fundinum og ég vil bara þakka meirihlutanum að fresta þessu máli út af því að í mínum huga þá erum við að fara svolítið rangt í þetta. Það átti að fara að vinna þetta á sömu forsendum og göngustígana, að fara í hönnun og útboð og alls konar kostnað á þess að vera búin að ræða við stjórn hússins og eiganda hússins, fasteignafélagsins. Þannig að mjög mikilvægt að við ætlum að staldra eins við og taka umræðuna við eiganda hússins kostnaðarþátttöku í þessu út af því að ég tel að það sé ekkert sjálfsagt að sveitafélagið eitt og sér fari í þennan kostnað og taki hann einn og sér. Mér finnst það eðlilegt að við fáum fasteignafélagið að borðinu ef við ætlum að fara í þessa þætti að sameina stjórnsýsluna undir eitt þak. Og ég held að það sé bara lag að vinna þá vinnu vel. Við vitum það að húsnæðismálin eru orðin krefjandi þáttur í starfsemi sveitafélagsins og það er náttúrulega alveg ótækt að hafa stjórnsýsluna út allan bæ. Það gengur ekkert upp, við vitum það og ég veit að starfsfólk á báðum stöðum þráir betra vinnurými og við sjáum nú þennan sal hér, hann ber varla fundinn bara vegna smæða sinnar. Þannig að það er alveg komið að þeim tímapunkti að þurfa að fara í þessi húsnæðismál í kringu stjórnsýsluna. En ég vil hrósa meirihlutanum fyrir það að hafa fresta málinu út af því að við teljum að það þurfa að vinna þetta betur með eigendum hússins og stjórn fasteignafélagsins að fá þá á borðinu með einhverjum hætti í kostnaðarþátttökunni þó það væri ekki nema bara að húsinu yrði skilað mögulega tilbúin undir tréverk eða eitthvað álíka. Það er allavega vist á að fara að leigja það út. Þannig já, ég vildi bara koma þessu að. Takk. Takk fyrir Anton. Orðið laust. Laufey, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég er sammála því svo sem að þetta er mjög brýn framkvæmd
þetta er mikilvægt verkefni, ekki síst fyrir starfsfólki okkar. Það er orðið mjög þröngt velferðarsvið og menntasvið og þörfin brýn. Á velferðarsviðinu eins og við þekkjum viðkvæm starfsemi og þröngt fundi og trúnaðarsamtöl. Og aðstæður í raun og veru ekki boðlegar lengur fyrir starfsfólki okkar. En mér langar nú til þess að svona kannski árétta, mér finnst alveg eins og það hljómar eins og smá misskilningur hérna hjá bæjarfulltrúa Antoni ef ég sem að vaða áfram í útboð fyrir eitthvað sem er ekki framkvæmdar, eitthvað sem er ekki fjármagna. Vegna þess að tillagan fjallar einmitt það að láta ljúka hönnun og undirbúa framkvæmd. Í tillögunni er einmitt lagt til að ræða við stjórnina mögulega þátttöku í fjármögnun og viðræður húsaleigusamning. Það er það sem er verið að leggja til. Og ég vona að þetta verði að veruleika sem fyrst. Takk fyrir Laufey. Já, ég held bara eins og Laufey segir, þá má ekki líka geta þess að í fjárhagsáætlun ársins er gert ráð fyrir 80 milljónir krónur í þetta verkefni og í raun og veru er hægt að fara í hönnun án þess að leggja það sérstaklega fyrir hér. En það var svona að mat okkar að það væri nú bara líka gott að allir væru meðvitaðir þetta og einmitt þetta bara að leggja það til að stjórnin að fulltrúar okkar ræði við fasteignafélagið. Þannig í raun og veru held ég að ef ég skil bæjarfulltrúa Anton þá erum við nú held ég bara sammála ferlið. Ég held að þetta gætist bara smá misskilnings. Það er ekki búið að taka þessa ákvörðun. Við höfum fengið í gegnum tíðina, eða á síðasta ári held ég að það hafi verið, svona tillögu þar sem okkur var sýnt hvernig þetta getur mögulega verið og það er verið að tala að halda áfram fyrir vinnu. Það er fjármagn í fjárhagsáætlun fyrir það en ef þetta er byggt af misskilningi þá væri bara ljúft held ég bara að halda áfram með þetta verkefni hérna og við gerum þetta þennan hátt og veitum bara heimild til þess að fara í samtali við fasteignafélagið og klára hönnunni. Þannig sjáum við endanlegan kostnað af verkefninu sem er nú oft gott að vita og þá hvernig og hvaða stór hluti fasteignafélagið sjálft kæmi með þessu. Að sjálfsögðu verðum líka að gera ráð fyrir því að ef að fasteignafélagið fer í verkefnið þá kemur það inn í leiguna. Það er bara eðlileg málsins. En að nota bene við eigum nú 1/3 í félaginu sjálf. Þannig að ef þetta er byggt á misskilningi þá væri það allavega ljúft í mínum huga að við myndum bara samþykkja þessa tillögu til þess að koma verkefninu áfram. Því að þannig fengjum við líka bara betur upplýsingar fyrir bæjarráð, einmitt það hvað hlutunum kostar og þá hvernig þetta verður fjármagnað með samtali við stjórn fasteignafélagsins. Þannig að ég vil svona bara koma með þá svona ábendingu inn á fundin. Ef þetta er byggt af misskilningi þá myndi ég nú bara vilja halda áfram og með verkefnið. En orðið er laust. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég held einmitt að bæjarfulltrúi Laufey og forseti bæjarstjórnar Einar Jón séu að misskilja. Ef einhver er að misskilja þá held ég að þau séu að misskilja. Ég sagði aldrei í minni ræðu hér að þetta var ófjármagna verkefni. Aldrei nokkuð tíma. Ég veit alveg vel að það er áætlar 80 milljónir króna í þetta af meirihlutanum á þessu ári, sko. En ég er að tala það að það er ekki nein gögn sem liggja hér fyrir í þessari fundagátt á þessum fundi og hvorki fundi bæjarráðs sem sýna það að það sé búið að eiga sér samtal við fasteignafélagið. Það er engin gögn sem sýna það að fasteignafélagið ætlar að koma þátt að þessum kostnaði. Og það er það sem ég er að leggja til, að við ræðum við fasteignafélagið það að þeir komi að þessum kostnaði, að skila húsinu allavega eins og ég sagði, tilbúin til tréverk. Í dag er þetta í rauninni bara steyptur kassi. Og ég er að segja að það er ekki sjálfsagt að sveitafélagið komið í þannig að þetta verði með rafmagnstenglum og hvítum veggjum og það er ekki sjálfsagt að sveitafélagið borgi það eitt og sér. Mér finnst eðlilegt að fasteignafélagið komi inn í þá vinnu. Og það er engin gögn hér sem að benda til þess að fasteignafélagið sé tilbúið að koma að þeim kostnaði. Það snýst þetta.
þakka Antoni fyrir að árétta og skýra hlutina sem bara mjög gott. Það náttúrulega, það hefur verið umræða í fasteignafélaginu aðkomu. Hann rétt eins og bæjarfulltrúi Anton segir að þau gögn liggja ekki fyrir, en þau gögn voru líka, þegar menn voru að ræða það í fasteignafélagið, þá var alltaf spurningin og hvað kostar þetta, hver heildarkostnaður verkefnisins. Og þess vegna vorum við að ræða þetta að fara í gang með að sjá heildarkostnaðinn og sömuleiðis þá og ég tek alveg heils hugar undir með bæjarfulltrúi Anton að það ekkert sjálfsagt og kannski það miklu betra að gera það eins og bæjarfulltrúi Anton segir, að taka við í fókeldu. Það einmitt það sem við erum að skoða, hvort að fasteignafélag sé tilbúið. Þannig að það gott að heyra að það samhljómur þetta verkefni og það vanti þá ákveðnar upplýsingar, en við sjáum hvað situr úrsjóleikir sver. Þetta orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, svona eiginlega svaraði mér samt að því ég var bara að pæla í af hverju var málum þá frestað. En þú eiginlega sagðir gögn. Ger ég ráð fyrir? Takk Úrsula. Ég las það úr orðum Antons að vantaði gögn. Ég var ekki sjálf á þessu fundi, en það var svona það sem kom í máli Antons fram. Ef að menn ekki tilbúinir til að fara á staðið verkefni núna kannski, þá bara köllum við sama fund í fasteignafélaginu og tökum þetta sem fyrst fyrir og þá liggur fyrir hver kostnaðin og þá kannski bara getum við farið á fullt í verkefnið. En orðið laust. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að blanda mig mikið í umræðina ráðhúsið, en ég held að þyrfti alltaf að fara allavega í viðræður við eigandan það hvernig við ætlum og hvernig óskokkar að koma að verkefninu. Það hlýtur að þurfa að gera það fyrst. Eina sem við höfum séð viðræður við fasteignafélagið á prenti, það er fundagerðin sem kom fram þegar það var verið að lækka á aðalfundunum þegar það var verið að lækka leiguverðið til leigjanda. Þannig að miðað við þá tölu þá þótti manni eðlilegt að það væri bara kjör í tækifæri að hjóla í fasteignafélagið áframhaldandi leigu á meira svæði. Þegar félagið var orðið það vel statt að það gat gefið 20% afslátt af leigu. En ég ætlaði að fá að ræða aðeins og kom inn á 8.7 sem er skal ég segja óskum aðstöðu í miðhúsum. Ég bara fagna því að það sé einhver svona vísir af samkomulagi við aðila að geta fengið að nýta félagsmiðstöðina með einhverjum hætti. Það sem ég finnst þetta óeðlilegt í þessum drögum er að það skulle vera 2 einstaklingar teknir og gerðir að ábyrgðarmönnum fyrir starfinu. Ef það er verið að gera samningi við félag eldri borgara, af hverju er ekki stjórn félagsins öll gera ábyrgð fyrir því sem framfer hana? Mér finnst gæta svolítið svona misræmi í gjörðum við, ég hef ekki séð samning, er samningur við þá sem hafa nýtt félagsmiðstöðuna í garðinu, sem ekki eru á opnunartíma. Ég veit til þess að þarna eru konur að prjóna á þriðjudögum. Og hver er ábyrgðarmaður það? Ég spyr að því. Þetta er bara nákvæmlega eins starfsemi sem að þarna við fram.
Þannig að mér finnst við vera að sita menn í svona vissan búning, ábyrgðarbúning, en aftur á móti gleðst ég yfir skrefinu sem við erum að taka. Ég held að það sé bara til heilla fyrir okkur. Magnús bæjarstjóri beðum orðið, ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég tek undir með bæjarfulltrúar Magnúsi að þetta er jákvætt og vonandi gengur þetta bara vel og er svona liður í framþróun hjá okkur í þessum málum. Og þetta er nú ágætis ábyrgðir sem hafa komið varðandi ábyrgðarmenn. Ég skal bara skoða það hvort það væri eðlilegra að hafa þetta með þeim hætti sem að bæjarfulltrúar Magnús leggur til. Bara takk fyrir ábendinguna. Takk fyrir, orðið laust fundargerð bæjarráðs. Ekki fleiri glæsiljós, fundargerðin er lögð fram. Og komið að 9. mál á dagskrá fundarins sem er fundargerð framkvæmda og skipulagsráðs frá 18. mars og gefið orðið laust með fundargerðina. Engin þessi ljós og fundargerðin er lögð fram án umræðum. 10. mál sem er fundargerð fræðsluráðs frá 20. mars og er gefið orðið laust með fundargerðina. Engin þessi ljós og bæjarstjóri gjör svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég vil nú bara vekja athygli á barnamenningarhátíð sem kemur fram í fundargerðinni sem verður í næstu viku. Hvet alla til þess að taka þátt og þetta er mjög vegleg dagskrá og skemmtileg sem að liggur fyrir. Þannig ég hvet alla íbúa til að taka þátt í barnamenningarhátíð Skelinni sem verður haldið í næstu viku. Takk fyrir, tek undir þau orð og þeir sem að vilja kynna sér hvernig hún fer fram og dagskrána, þá er það á heimasíðu okkar. Og ef ekki fleiri glæsiljós, þá er fundargerðin lögð fram. Og komið að 11. máli á dagskrá fundarins sem er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 11. mars síðastliðinn. Gefið orðið laust fundargerðina. Engin þessi ljós og er fundargerðin lögð fram án umræðum. 12. mál eru 3 fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fundur stjórnar 3.3., 10.3. og 20.3. Fundargerðin er lagð fram en orðið laust. Engin þessi ljós og er fundargerðin lagð fram án umræðu. Komið að 13. máli sem er fundargerð stjórnar SSS sem var haldin 11. mars síðastliðinn og er hún hér lögð fram. Ég vil minna bæjarfulltrúa á vorfund okkar hjá sambandinu sem er á föstudaginn og gerir ráð fyrir mætingu allra þar og ef að menn komast ekki að boða sínum varafulltrúa. Það er orðið laust fundargerðina. Og engin þessi ljós og er fundargerðin lögð fram. Komið að 14. máli á dagskrá fundar sem eru 2 fundargerðir stjórnar BS frá 19. febrúar og frá 19. mars síðastliðinn. Það eru fundargerðina lögð fram. Orðið laust fundargerðina. Anton, gjörðu svo vel. Fundargerðirnar fyrirgefðu. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir 99. fundargerð stjórnar frá 19. mars síðastliðnum, Brunavarnir Suðurnesja. Þar langar mér að ræða 5. mál sem er brunavarnaáætlunin. Við vorum með þetta mál hérna til umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi
og þar fengum við greinagóða yfirferð frá slökkvistjórunum þessa nýju brunavarnaáætlun sem við verið að vinna fyrir svæðið í heilsinni. Og eins og ég fór yfir þá voru svona ákveðnir áhyggjuþættir sem að við settum fram, eða ég setti fram í samtölum mínum í bæjarráðinu við slökkvistjórann á þeim tímapunkti, og þessi snýri aðalega að vatnsþrýstingnum í útgarði og það þarf að vinna svona að því, og hann sagði mér það að það væri búið að fara nýlega í þverun á lögninni. En þetta líka svona sem við þurfum að hafa bara hugfast inn á næsta kjörtímabil að horfa það með einhverjum hætti að reyna að tryggja nægt slökkvuvatn, allavega í samræði þá við eiganda vatnsveitunar í garði, að við höfum svera lögn þarna út eftir. Einnig kom ég fram áhyggjum mínum varðandi, eins og ég fór yfir á síðasta fundi, varðandi að hafa áhyggjur á því að við kæmum ekki viðbragðsaðilum til sveitarfélagsins í erfiðum veðrum, og við vitum til þess að sveitarfélag hefur orðið innlyksa nokkru sinnum þegar í svona veðrum eins og við erum undanfarið, og þá hefur verið hægt að leysa yfirleitt sjúkraflutningana með snjóbílum og aðstoð björgunarsveitamanna. En ég kom fram á þeim fundi að ég sagði að ég hefði líka verulega áhyggjur af stærri bílunum eins og dælubílunum, að þeir eru nefnilega ekki allir fjórhjóladrifnir, og að þetta eru þungi bílar og þeir eru lágir, og ég hefði áhyggjur af því að það væri ekkert staðsett björgunartæki í Suðurnesjabæ. Og svo vorum við á ársfundi HSS daginn upp í samkomuhúsi, og þar fengum við greinagóða yfirferð yfir stöðu heilbrigðismála og heilsugæslunnar, og þar hitti ég Eyþór slökkvistjóra, og það gladdi mér rosalega að heyra að hann tilkynnti mig þá. Mér langaði bara að deila því líka með ykkur að það er sem sagt búið að koma fyrir slökkvibíl í slökkvistöðinni í sveitarfélaginu. Þannig að það er allavega komið björgunartæki í sveitarfélagið sem verður til taks, út af því að hann sagði, þetta er í rauninni svo ég sletti smá common sense fyrir mig, út af því að það er mikið af starfsmönnum sem að búa í Suðurnesjabæ, Garði og Sandgerði, sem að starfa í liðinu, og það er þá ef að veðrið er erfitt og erfitt að komast til sveitarfélagsins, þá getur hann pípað þessa menn út með skjótum hætti sem fyrsta viðbragð við eldsvoða. Og ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt og það er líka þá okkar eins og ég sagði við hann að við myndum styðja við þetta verkefni að halda húsnæðinu vel við, og ég sé það nýbúið að skipta hurðar þarna, og það þarf nú að fara í svona smá yfirhalningu á þessu, það er búið að skipta þakið, en það þarf að fara að mála þetta og halda þessu svona snyrtilegu. En mér langaði bara að deila þessu með okkur að Eyþór er allavega að bregðast við ábendingum okkar, og hann er að gera það bara með snöggum hætti. Takk. Takk fyrir þessa ábendingu og ánægilegt að heyra að Eyþór er að bregðast við, það er mjög gott, tek undir það. Fleiri hafa ekki óskað til að taka til mál, svo eru fundargerðirnar lagðar fram. Komið að 15. máli á dagskrá fundarins sem er fundargerð heilbrigðisnefndar Suðurnesja, fundur dagsveittur 25. mars síðastliðinn, og ekki orðalaust fundargerðina. Ekki hversu hljós er fundargerðin lögð fram. 16. mál er fundargerð þekkingarsetur Suðurnesja frá 19.2. Orðalaust fundargerðina. Og engin hversu hljós fundargerð lögð fram. Komið að 17. máli sem er fundargerð svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja, fundur frá 12. mars síðastliðnum, og orðalaust fundargerðina. Engin hversu hljós fundargerðin lögð fram. Og þá liggur aðeins eitt mál eftir fyrir sem er umræða trúnaðarmál í máli 7.1 og 7.12 fyrirgefið, og það sé nú áréttað, og munum við því þá loka fundi og slökka á útsendingu og biðja ritara að sjá til þess að svo sé gert, og við munum ekki kveikja neitt á útsendingu aftur, heldur ræði þetta mál, nema að eitthvað nauðsynlega sé ástæða til að taka þau á eftir.
Gjörum við örstutt fundarhlið bara meðan við undirbúa þetta og sjá til þess að gestir fari í húsi.